Langt síðan síðast maður. Já, en ekki langt síðan við vorum síðast. Nei. Herðu, við gerum okkur grein fyrir að við erum með brjóssykur. Það komið vetur. Og það bara skýtur í hálsinum. Og vonandi tekur þetta bara fljótt af. Já, alveg. En ekki hvarfla okkur að bíða með að taka upp þannig til að búna með brjóssykurinn. Nei. Núna. Jöp, herðu. Ok, þú að byrja. Já, og við vorum nú að ræða við eina svona prjónavlogg og vídeo í gær. Og hún ekki hrifin af einu svona bullshit. Þannig að við ætlum bara að vinda okkur beint í verkið. Ok. Kláruð verk. Já. Ég er búin með nokkur. Ég er svo stolt að þér. Ég veit það. Já. Þau eru rosa stór. Ég er náttúrulega sjálfsögðu datt á... Já, en þú hannaði þetta. Ég veit það. Ég datt á smásjala vagnin að sjálfsögðu. Maður þarf að vera með trendinu. Já. En ég var náttúrulega líka búin að prjóna Sophie Scarf. Hann er einhverstað. Já, hann er hann inni. En þú ert með þetta, þannig að það gerir ekki til. Já. Þannig að þá er ég búin með 3 smásjöl. Já. Herðu, þetta heitir sveinusjal og kannski breytist þetta í sveinuklút eða eitthvað. Af því að Svein er að hanna. Sveinusjal, já. Já. Þannig að, en þetta er rosa sætt og krútlegt og þetta er svo perfekt í jólagjafir. Já. Er ekki fann að gera þetta í jólinn? Þetta hljóta þeirra. Búin með marga jólagjafir. Já. En við getum ekki sýnt það hér. Nei. Og í þessum hérna er Lísa frá Lang sem er viskos, ull og silki og mohair silki frá Ito og þetta er prjónað á prjónu nr. 5 og eitt svona settugar ríflega í eitt smásjal. Svo gerði ég annað sem er kannski svona meira eins og fyrir litla skvísur. Já. Ég held að Gyða barnabarnið mitt þurfa að fá eitt svona. Ég held það. Og en hann er líka rosa sætur. En svo reyndar á mamma þinn úr þessu garni líka Rosa fallegan. Þannig að það er náttúrulega til margir litir í þessu. Þetta er Merino 120 uti greit. Tók eitt svona babylegan sko, en við eigum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 liti í þessu núna. Þetta er geimt þarna, já. Þannig að þetta kláraði ég og þetta fæst bæði hjá okkur inn á Ravelin. Já. Bara ég heiti Sveina Björk. Og varstu búin að þýða þetta vera ensku líka? Já. Legg ekki meira á ykkur. Sko, ég held að flesta mínar uppskriftir séu flestar á ensku nema Ívera og það er náttúrulega mest spurt eftir henni á ensku. Típist. Þannig að ég þarf að haska mér í það. Jú. En ég er með fleiri klár. Já, kom svo. Þessi er svo fín. Hún er æði. Þetta er ungfrú Eyjafjörður Golla. Sjá hvernig fallið. Ég er svolítið stolt af þessari. Þú mátt líka verða það. Já. Vistu að það er einhverja konur hérna Akureyri í sambrunum með einhverju Eyjafjörður? Nei. Veist það geðvegt? En gaman. Já. Það er verið að senda okkur myndir þessu. Já. Sko, ég er ekki búin að gera uppskrift að golnu. Að það maður hugsar alltaf, ég meina vana prjónakonur, það er bara að græja þetta sjálfur. En það er ekkert allir þannig. Nei. Þannig að ég hugsi skrifa þetta nú upp. Já. En ég fekk nú hana Sillu okkar til að ganga frá þessu. Það er held ég engin annar betri í þessu. Nei, það kvarlaði ekki af mér að gera þetta sjálf. Man getur að taka af fólki sem er með hæfileika. Nei. Það er bara óþarfi. Þannig að Skrítið bara aðeins sem brjósi. Gegn- Hvað er þetta? já. Kannski þurfum við bara að Lósböku það. setja bara hérna. Fannstu bréf? Já. Getur þú tekið minn líka? Já. Er pláss fyrir 2? Já. En þeir eru vinir. Já. Og svo kláraði ég þessa. Þessi er svo skemmtileg. Og þessi uppskrift er frí inn á Filcolana. Nei. Er það ekki það? Nei. Er það ekki Filcolana? Nej. Hvad er det for noget? Det er kaos. Det er kaos. Ja. Men jeg troede, det var Filcolana. Nej. Så er det kaos. Ja. Undskyld mig. Ja. Kaos
er nýtt gaddfyrirtæki sem við erum að fara að taka inn. Geðveikt spenntar. Það kemur ekkert allt í einu, við erum að reyna að hemja okkur svo við verðum ekki reknar. Settur í straff. Við höfum verið settar í straff. Já. Það var ekki gaman. Nei. Þannig að þessi er prjónuð úr, ég var reynda með 4 þræði í einu. Hún er prjónuð úr merino Og bustuð alpakka. og burstuð alpakka. 2 og 2. 2 og 2. Og þetta gagn er lífrænt og vottað og ekki súpuvos og jari. Kannski bara hægt að borða það. Hugsa það, Já. sé þetta borða það. Já. Og í svo skemmtilega hressum litum. Þetta er nú alveg eitthvað sem Íris myndi fíla, sko. Já, ég veit það. Já. Þannig að, Ég er nú eitthvað að tapa gleðinni henni í dag. what? Í þessu, þetta er ekki hræst. Ja? Nei, þetta er sunnudagar. En þetta voru kláru mín. Ok. En þú ert líka með kláru káskarni. Já, ég er með. Við pöntuðum aðeins til að gera pröfur. Þannig að pröfurnar verið tilbúnar þegar garnið kemur. Þetta hérna er píkókpeysan. Íris er búin að prjóna nokkra píkók. Já, heldur betur. Og hérna, það er rosa gaman að prjóna, Já. mjög fljótlega. Og úr káskarninu í smól, þá fóru 6 Já. dökkur og það Já. er ekki Nei. raskat. Þetta er gagn sem eru 100 metrar á 50 grammunum. Já, Eins og léttlopi og eins og Peruvian Highland. En það þolir að prjónast á prjónastar 7 til 8. og þetta er prjónað á 7. Já. Alveg Einstaklega skemmtilegt. gorgeous. Og þetta er ekki, og engin litir eru svona flatt, það er eins og smá svona Já, svona yrjur í Hærur í þeim öllum, já. Alright. Sjúklega flott. Við erum bara búin að fá Heyrðu. pröfurnar og við erum bara eftir að íta á enter. Já. Ég er sko með fleiri klára, en það eru jólagjafirnar. Ég get ekki sýnt það. Nei, við getum ekki sýnt það. Nei. Hann er, Þannig að jú, þið verður bara að trúa mér. Ég er búið með margar 4 jólagjafir. Já, það eru mjög flottar. Heiðu, þá var það Sophie Scar. Sophie Scar. Sophie Scar er eftir Petit Knit fyrir þá sem ekki vita. Djók. Og þessi er prjónaður úr Frida og Silky Mohair á prjónum 5. Já. Á prjónum 3,5. Já. En eins og margir vita. Ég prjónaði Það nenni líka, ég því nei, ekki. ég prjónaði líka minna á 5. Já. Má bara, Eins og óþægja. já. Segir mér enginn hvað ég á að gera. Nei. Það er lækkert. Já, geggar. Já. Sturlaður. Já. Og Frida er náttúrulega trillkað nýtt frá Lang. Herri, ég reiknaði út hvað ég á að fljóta prjónda. Já. Þetta geggjaði í jólagjafir. Já. 3 klukktíma. Vel gert. Og með örgulega margir mjög fljótar. Já. Heyrðu, Frida. Já. Þetta er 100 grömm, 220 metrar og þetta er gefið upp fyrir 4 til 4,5 en ég er að prjóna mér peysu á 5. Af því það er einhvern veginn eins og sem loft í þessu. Mér finnst að handla 5 rosalega vel. Já. Þannig- Ertu með það? Já, það er í verkefni í vinnslu. Alveg rétt. Ef að fara að byrja á þeim bara. Já, Heyrðu. þú veist. Þá byrja ég bara, Já. af því að ég er með Frídu á prjónunum. Mér vantaði svo gollu. Já. Ég er náttúrulega búin að gera ungfrú Eyjafjörður, en ég bara sá það að mér vantaði bara fleiri gollur. Maður er aldrei nóg góð. Nei. Og ég er að prjóna mér Íveru, sem er uppskrift eftir mig, Ó, hvað var það? úr Frídu. Ég sést búið með bakið Svo fínt. og framstykkin og prjónn er búin að stingast hérna í allt. Þú er pakkað hér. Svo er pakkað hjá mér. Ég sést búið með bakið og framstykkið og er byrjuð á annarri erminni. Hún ættir að vera aðeins lengri. Það er rosalega fallegt. Jep, svo ger ég hinna ermina og þá tek ég aftur upp bara hérna niðri og prjóna hana eins síða eins og mig langar að hafa hana. Mögulega getur þetta passað við allt. Þetta geti passað við allt sem ég á. Og hérna, ég ætla ekki að hafa hana rosa síða vegna þess að mér finnst svo fínt svona kjólapeysur að það er komið bara svona rétt í mittið. Já. Þannig að og það er sjúklega gaman að prjóna þessu gatni. Það er rosa mjúkt og svona Og sjáðu þessa sveinuliti hérna. Ó. Þannig að æðislegt. Ó. Þannig að þetta er liturinn í dokkunni sem ég er að nota.
Við eigum nú, hvað, 6 liti eða eitthvað svoleiðis í frítu. Þannig að þetta er í meðprónunum. Og ég er með rosalega mikið af prjónunum. Já, en sko, Já. hérna, Margt af því eru bara hönnunarverkefni sem eru bara smá hold núna. já, og hérna, maður þarf að vera með mörg járn í eldinum í einu. Ég veit það. Annað er eiginlega bara dálítið glata. Ég hef fundið það, en Mhm. þetta er náttúrulega mismunandi. Sumir vilja bara klára og síðan byrja næsta verkefni. Því fleiri verkefni sem með, Já. því fljótar er að vinna. Já, En það er bara, það. ég var með núna 11 verkefni um daginn og ég náði að klára 3. Á ég að segja hvað ég var með Ég mörg. gerða. Ég var með 28. En- Já, Þetta er hvað, það er svo gott að fara í gegnum þetta. Ég rækti upp 5 strax. Já, Setti 1 á sölu. já, Af því að golla sig ég var að prjóna og ég var komin upp að höndum. Ég var búið með leiðilegasta Já. partinn. Við erum að tala um fram og tilbaka slétt og brauðið á prjónanum með 3,5. Á mig. Ég er að sofna núna bara. Já, búið með 40 cm af því, sko. Þannig að það var bara munstri eftir. Ég geti haft samband við mig, vil ég vita hvað það er. Sko, ég ætla aðeins að segja eitt hérna. Já. Myndlistarmaður, Mm. hann er ekkert alltaf bara að vinna Ó, eina nei. mynd í einu. Ó, nei. Það væri nú léleg laun sem sá fengi. Já. Ha. Ok. Það er bara þannig. Og af því, já, af því að, við erum með gráðu, sko. Af því að hérna, af því að ég held nú á Stephen West verkefni hérna. Já, í Stephen Tosco. Já, og hann segir að færri en 10. Amatör. Já, en það er náttúrulega að marka. Ég dáist að fólki sem getur verið með bara eitt af prjónunum og bara klára það og svo bara næsta. En það er ekki við. Það er bara ekkert að gleyms. Heyrðu, það er leiniprjón í gangi hjá Stephen West. Ég mátti ekki taka þátt í því. Af hverju sérna? Ég bara var ekki búin með sjálf síni fyrra. En það er svo fagur. Ég veit það. Og ég sagði bara við sjálf mig að að fyrst ég var ekki búin með sjálf síni fyrra, þá mætti ég ekki fyrir upp. Ég var búin að kaupa gatn og allt. Ég keipti gatn út í fana frá jurtaleita, frá Já. G.U.L. En Já. já, bara býður Já. fyrir annað verkefni. Ég enda að vera að segja, sjali núna, Mm. mér er svo gaman að fylgjast með því, vegna þess að mér finnst þetta svo mikið ólíkinda tól, ég alveg bara, Já, bara, hvað ætlar að gera núna? já, hvað kemur næst, Bara- Stephen? Þannig að ég er sko, Þetta er fagur. já, ég er á næst síðasta kaflanum. Þú ætlar að breyta það ekki. Ég ætla að breyta. Ég ætla ekki að gera, ég man alveg mómenti þegar ég læði sjálf frá mér í fyrra og bara, já nei, hætti nú alveg. Já, það var kanturinn. Það var kanturinn. Já. En ég meina hvernig á þessi maður að hanna alltaf eitthvað sem öllu finnst sturlað. Það er bara ekki hægt og fyrir utan það, hver og einu uppskrift Já. er í rauninni bara grunnhugmynd. Já. Þannig að maður getur það sem að skilst. Já, þannig að ég er ótrúlega ánægð með það sem er komið og ég er að nota Titicaca og Ito Silki móher saman. Gæti orðið mjög mögulega. Þetta var sturlað. Og þannig að ég er bara að Þetta verður svo fínt við nýju grænu kápuna þína. I know. Þannig að ég er bara að nutta í þessi róleitara. Ég var nefnilega að stoppa í teppinu mínu og það var einhvern veginn svo mikið umleikis hérna í gær þegar ég kom. Já, Ætlaði að það er að hafa rólegt. ég ætlaði að hafa rólegt og Voruð ekki búin að frétta, þetta er næst vinsælda búðina eftir vínbúðinni. já, það er bara, það er ekkert alltaf Það er rólega. röð á kassanum mjög oft, sko. Án gríns. Já. En talandum Sveinu sjalið, Já. næsta verkefni á prjónunum. Er þið búin að skipta yfir í Þetta er ég með umferð eða? Hvað er ég að já, gera hérna? Nei, þú Nei. ert á endanum. Þú Já. hefur ekki sett þetta upp á Nei, ég hjálparband? setti þetta ekki upp á hjálpaband. Þannig að Þannig að þú svona. já, þannig að það verður töluvert stærra, Tveir vangir. tveir vangir. Og ég byrjuð á seinni vagnum. Nei, fyrir vagnum. Þetta er pínu að verða þitt svona þing, gataprjónið. Núna. Finnst það bara svo gaman. Eins og til þess sko Picasso þegar hann átti sitt bláa tímabil Já, og já, já, nú er já, gata já. tímabilið á þér. Já, ég veit það. Heyrður ekki, varst það þú sem varst að segja mér frá fréttinni sem var vitlist?
Talandi göt. Það var sem sagt viðtal við Julia Roberts sem frægleikuna þetta var bara New York Times eða eitthvað álíka, flott blað. Já, já. Og þeir rugluðu aðeins forsíðinni og það stóð Julia Roberts says that with A, life gets better and more holes. Eitthvað svoleiðis. Já. Nei, hérna... Nei. Life is better and she gets better holes. Eða eitthvað Já, svoleiðis. sem átti að vera rolls, Já. en hérna... Kannski var hann að fara að prjóna eftir Sveinu. Þannig að Sveinu sjálf Já. er á prjónunum og ég er með annað Sveinu sjálf á prjónunum. Ó. En bara litlu útgáfuna vegna þess að við vorum að fá nýtt gap. Krakka mínir. Þetta er náttúrulega mýksta sem ég bara, þetta er eins og bara, já, ég er ekki komin lengra. Ó, svo fín. Þetta er nú nýja kasmírgarnin okkar. Tókum 4 liti. Já, við erum bara komið lúxusskáp. Glerskáp. Já, það var eitthvað, okkur langar svo að hafa svona lúxushillu, lúxus þetta. Og svo sagði Íris einn daginn, svona getum við fengið bara svona glerskáp í búðina. Bara, já, við vinnum í því. Daginn eftir. Er þessi góður? Já, mér finnst þessi aðeins. Ok, ætla að fá hann núna. Það gerist á tjöldum. Já, Sunna systir átti nú fína glerskáp sem var komin í í pásu hjá henni. Já, nú var hann í pási hér. Já, en við tókum bara 3 neutraliti. Já. Svo yrðum náttúrulega að taka einn gatnigangi lit. Jú. Ég meina, það segir sér sjálft. Og svo einn svona. Og einn svona. Aha. Ertu ekki neinu grái? Ég- Við erum aldrei í gráu sena. Nei. Svo finn. Já. Svo fínt. Og þetta eru 25 grömm, 165 metrar og kostar 2.850. Já, við gerum okkur grein fyrir þetta er dýrt. En ein dugar til dæmis í hérna hjálmahúu Og sofískar og sófískar. og sveinu Já. Þannig að klút. þetta er fullkomið í einhver svona lekkar lítil verkefni. Já. Nú svo þetta prjóna sér nærföt úr þessu. En ímyndaðir pína í litla barnapeysu, alveg bara svona unga hérna Bara úr þessu svona heilfæra peysu Já. bara. Liki. Já, en þetta er dásamlegt. Þetta er í lúxusskapnum okkar. Og það er svo næs við lang, þeir eru náttúrulega með sko gigantískt úrval að gatni, en Já. þeir eru með svona nokkra tegundir sem eru alltaf í gangi, svo eru þeir með svona seasonal. Já. Og í því gatni sem er svona seasonal getur maður ekkert alltaf garanterað að sé sömu litur og í fyrra. Nei. En þeir náttúrulega bara lesa trendið Já. og svo kemur þetta á viku til okkar. Við elskum það, ekki með árabót. Nei, þannig að þannig að þá er svo auðvelt að taka inn eitthvað svona sem við erum að pröfa án þess að taka neitt hvað ef það gengur vel, ef þá taka 100 af þessu, Já. en við þurfum þess ekki. Nei. Því að þá bara pöntum meira. Herðu, en ef við fara í hérna, Nýtt í búðinni. já, annað gatt sem er sko algjörlega frábrugðið þessu, Já, álíka mjúkt, já, en algjörst feik. já. Já. Við erum komin með nýjan byrgja í Danmörku sem heitir Go Handmade. Nei, nú segi ég stopp. Sjá, Við erum að vlogga, Já. Björn, og ég heyri rödd. sjáu hvað þetta er girnilegt. Ok, sko, bye. Þetta er sem sagt svona flauelskap. Við höfum verið spurðar ótrúlega mikið svona flauelskap. Veistu hvað ég sá daginn? Og þetta er geggja verkefni fyrir hérna ungarskvísur að gera handa vinkonu sinni í jólagjöf. Hekla utan hárteygur. Þetta er svo fallegt. Já, þetta er svo Mæli. mjúkt. Já. Heyrðu, við fengum þetta í 4 litum, en það munu koma alltaf fleiri. Já, Við veitum alveg hvernig já. þetta er sko. Magic. Þetta eru 50 grömm, 70 metrar. Hvað sko þetta kostar? Þetta kostar eitthvað. Já. Þetta Þetta er inn á vefsíðunni. Já. Svo fengum við líka þetta hérna Couture og þetta er svo cute í bangsa. Ég er búin að sjá bangs úr þessu. Bæði þetta hekla og prjóna. Já. Við náttúrulega tókum þetta aðalega svona fyrir
prjónuð dýr og hekludýr, en þetta er víst algjör snilld í svona fjölnota vatnsblöðrur. Og svo þetta örugglega rosa fallegt í svona kant á ermum og eitthvað svona. Vettlingum eða, já. Gera svona. Þetta er pínu að koma aftur. Já. Maður hefur búin að sjá það. Annað nýtt sem við tókum inn fyrir amigurumiið, en er að slá í gegn í töskum. Gersamlega rokið út. Já. Oh my god. Bómull. 100% bómull. Og svo eru munnskæri litir og grænn og bleikur og orans og... Og einn jólalitur, jólatísku til dæmis. En það sem kveikti áhugan á þessu voru náttúrulega, sjáu hvað þetta er fallegt. Fengu 3 bækur með svona amigurumi, figurum. Var þið tilbúin? Jóla! Já. Jólin koma fljótt. Svo fallegt. Aldrei mitt tíma. Herri, ég með eitt enn á prjónunum sem ég ætlaði að sína. Já. Af því ég var með bómullagarn í töskum. Þetta er svo skemmtilegt. I know. Þetta er, af því að það nenni ekkert allir að prjóna töskur á prjónum nummer 3 eða 3,5. Þú myndir ekki nenni því. En að prjóna töskur á nummer 5. Allan dag. Já. Og þá notum við Amira. Amira er frá Lang. Þetta er 93% bómull, 7% nælon. Já. Og hérna... En ég meina það er ekkert verra heldur en hérna mikrofíber tuskur. Nei, þetta er svo mjúkt. Svo getur bara verið að þvo þér í framan eftir að búin að þurrka borðinu. Já. Þetta er svo mjúkt. Nei. Þannig að ég fann bara einhverja ókeypis uppskriftin á Pearl Soho. Rosalega falleg. Já, hún verður öðislega. Þetta verður þetta, hvað kostar Amira? 1390 eitthvað sluðist. 1290, 1190. 1190. Og... Sérst ég að nýjum íþróttaskóm. Og... það þarf örugglega ekki eina svona vegla. Kannski, þetta er svona vegli næstu eins og handklæði ef ég myndi klára eina. Já. En bara hugmynd, jólagjafir. En svo stundum maður líka bara að gera til að gera fallegt og gaman. Já, ég veit það. I know. Ertu með eitthvað meira óklárað? Nei. Á ég sinna hvað ég er með óklárað? Já. Heyrðu, ég ætla að byrja hérna á langhlaupinu mínu hérna. Já. Ég dett inn og út úr stuði með þessa hérna. Já. Ég gerði smá feilundaginn, ég var svo rosalega langa snúri í þessu, þannig ég svissaði. Já. Og þetta er hérna... Viðráðanlegra. Já. Þetta er... Þú ert með... Cloud frá Lang sem hefur nú aldrei slegið í gegn. Og hún verður geggjuð, sko. Hún verður sjúklu. Svona. Svo er náttúrulega með 1 þráð og súpersoft. Hver elskar ekki súpersoft? Alright. Hann svona sameinar, hann dregur alla litina saman. Já. Þessi Kemur svona smá, hérna, sami litur alls þar. Já. Sést betur ef við komið. Já, og þegar þú verður búin að þvo þetta, Já. þá mun hann blómstra. En þetta er sem sagt annar af nýjustu litunum í Cloud. Í gangi litum. Í gangi litum svolítið svona. Já. Við erum náttúrulega klikkaður. Þetta eru 100 gram, 260 metrar, kostar 2790 og þarf 4 í peysu. Ég myndi segja 5-6 ef það ætlar að gera síða golli. Já. Ef það er háessin eins og þú. Já. Nákvæmlega. Og þetta gefið þið fyrir prjóna 7. Ég myndi segja eins og með Cielo-ið að væri svona frá 5 og upp í 10. Ég er að prjóna á 10 reynda með Supersoft, en það væri samt alveg hægt að prjóna stakt á 10. Já. Síðan... Hvað er með svo? Herðu, ég er að prjóna hérna Ingrid. Í jólasamprjónunni. Já, af því að sko... Og Ívera mín er eiginlega í mínu jólasamprjónunni. Af því að hún verður við alla jólakjólanum. Eðlilega. Já. Sem verður til skipt hérna. Já. Sko, Ingrid hún á að vera prjónuð á 4. Nenn því ekki. Þannig að hún er prjónuð á 5 úr Peruvian og Arvetta. Og ég ætla ekki að segja hvað er þungt að prjóna. Nei, þetta er svolítið þungt. Já, þannig ég ætla að taka pásur. Nú er bara örmandar eftir. Hún er gorgeous. Stoppa, það er fín. Ég var nú reyndar, þú mátar þetta í vikunni og ég var reyndar að segja að þetta væri líka bara töff sem versti. Já. En þið langar í peysuna. Ég held það, já. Já.
Ég ætla að sjá hvað gerist. Já, sem geggjum. Það verður alveg fín, sko. Sjúklega flott. Svo. Þið verður ekki kalt í þessa Nei. Svo er ég að prjóna, Sophie Scarf úr gatni sem ég keypti frá mig. Já. Blátt. Kannski sýnum við ykkur einhvern gatnið sem við keyptum á fana. Já. Þú ert búin að vera duglegur að prjóna úr því heldur en ég. Nei, ég er ekki byrjað á hinu. Það er bara... Jú, þú ert búin að prjóna inn á húu? Nei. Það var ekki fannu, nei, það var strikkflósir. Það var, það var prjónagleðin. Já. Ok. Herri, svo er ég að gera Wednesday sweater. Petite knit. Petite knit. Det er petite knit. Og úr einu þræði Supersoft Holst og tvöföldum þræði af Titicaca Holst. Og hún er svo fín. Svo kemur rúlugræði og klaufar hérna. Já. Örvæntir ekki því að það er hellingu til í Holst en það vantar líka hellingu. Ekki klukkan á 11. Já, for helvið. Nei. Nei. Bara þú. Já. Sér, fólk er á húninu. Við erum ekki alveg tilbúin að opna. Þessi verður geggjuð. Ég held að. Getur nýja upphalds. Þessi litur er... Svo fann. Heyrðu, má ég sýna þig við? Já. Sko, við vorum að fá nefnilega í búðina. Gleymdi þessu. Já. Þessi litur var reyndar pantaði fyrir mig að ég elska appelsínu, gulan, rauðan og bláan. Einhver sagði við mig nefnum engin nöfn. Bara við varum eitthvað að spá hvort við ættum að taka þetta inn. Kannski sleppa þessum appelsínugula. Ég bara, nei. Þannig hann það í sig. Sko, við eigum vínrauða, græna og bláa. Og þessi er mín. Og þetta er Ritulbu. En við getum fengið fleiri appelsínugula. Fyrir prjónuna. Hringprjóna. Já. Ég er enda með stutta Sokkaprjón líka. Já. Heyrðu, við erum komið með sokkaprjóna og bambus. Og bambus. Geggjaðslega góður. Já, við vorum eitthvað að þrjóskast við, en hvað gerir margir fyrir uppáhaldskúnuna? Við reynum. Sem eru allir. Já, reyndar. Nei, ég meina það. Já, þið eru ágætt. Við erum komin með bambusprjóna í sokkaprjónunum. Heyrðu. Þannig að við vorum að fá eitt nýtt í gær. Já. Viltu segja það bara? Já. Sko, við fengum náttúrulega fleiri eintök á sokkabókinni, Íslenski sokkar, eftir Helen Magnússon. Ótrúlega falleg. Óbúslega falleg. Svo fínt. Og við ákváðum að taka inn sokkagatni frá henni. Hún átti reynda bara 7 liti núna, en restin kemur í lok mánaðarins. Búm! Og snúningurinn á þessu er svo falleg. Þetta er svo fínt. Í þessu þetta er 100% íslensk lambsull. Já. Og þetta er spunnið í Ítalíu með sérstökum spuna. Þannig að þetta er sterkara heldur en, hefðbundið. Já, þetta er spunnið á þann hátt að þeir skemmast ekki fyrir kaffið. Nei. Og það eru 220 metrar í 100 grömmunum, þannig að þetta telst vera DK grófleiki. Þannig að þetta er aðeins fínna heldur en léttlófin og þetta er gefið upp fyrir prjóna 3,5. Já, gefið upp prjónfestan 22 á 3,5 og 26 á 2,5. Já, ef ég var að prjóna sokkur þá myndi ég nota 2,5 til 3. Já. En ég held að þetta væri líka ofsalega fallegt í tvíbanda vettlinga. Sturlað. Svo reyndar minnst þessi svo interesting. Mjög. Er hann bara ull eða er... Nei, það er 2% silki. Já, það er þessi hvíti þráður hérna. Já, þessi shiny hérna. Spennandi. Þessi er líka 100%. Já. Og þetta er íslenskt. Okkur vantaði meira íslenskt band. Svo, til dæmis, eigum við fullt af útsaumsþræði, ullar og polyester til að gera svona. Þetta er algjörlega það sem koma skal. Já, þetta er svo fallegt. Þannig að þetta er ekki það síðasta sem við tökum frá Helen, held ég. Nei, alls ekki. Við erum með, það er það mikilvægt eftirspurn eftir íslensku bandi. Já. Og það skilja það náttúrulega allir að við getum ekki staðið í samkeppni við stórmarkaðana með léttlóbann og þetta. Nei. En við erum með Gilhaga
Og þetta. Við erum með handlitað frá mér, eða okkur hérna. Systrabönd, þetta er nú teamwork. Já. Ég kem bara að gera svona, já. Og Vatnsnes. Við erum með Vatnsnes og systrabönd. Og Gatn í gangi. Og svo langar okkur að taka inn eitthvað smá meira, Gílagi, smá meira íslenskt á í vor. Við erum aðeins að skoða hvað mun henta okkur með best. Við vorum að fá fullt af nýjum bókum. Já. Og þetta er náttúrulega brjálæðislega fallegar jólagjafir. Já. Hérna er bók nr. 2 frá henni Lottu, vettlinga. Við seldum upp 2 pantanir í fyrra af fyrri bókinni. Og fengum nokkur eintak af henni líka. Já. Og hérna er sko meira af uppskriftum af svona, meira svona munsturvettlingum. Já, ekki bara einhverja celebrities. Æ, svo lítið hundur! Svo fræsi. Og svo talandum hérna, svo fengum við hérna Múmín, sokkabókina. Hún er svo mjög cute. Og ég var nefnilega að segja við nokkru hinn í gær að svo er hægt að nota munstrin við það að sauma út til dæmis í viskastykki inn í eldhús eða handklæði eða litla myndir. Við eigum hringi og stramma og jafa og útsöðsbönd og bara nefnið það. Svo er þessi hérna. Hún er svo flott. Hún er svo falleg. Þetta er svona, hérna, þegar þú ferð að prjóna svona, það ert að vera í svona stóískri ró. Já. Þetta er svo falleg. Maður horfir ekkert á Bachelor in Paradise yfir þessu. Nei, sjáu þetta. Þetta er geggjað. Ég elska þessa bók. Það er svona pínu retro, en samt svona nútímalegt. Já, og svo fer þetta líka bara eftir hvaða litið þú notar. Algjörlega. Það er alveg einfalt líka, það er bara trefla sem er röndóttir. En þetta er líka svona coffee table book sem langar bara að opna til þess að gleðjast. Já, hún er æði, ég elska hana. Svo... Við ætlum ekki að selja sýnishorn með þessari. Nei, við erum að æfa okkur núna. Já. Það eigur enda bara sýnishorn eftir. Jú, býttu þú maður að fá hana, ég gráta að vera með hana. Við erum hættar því. Þessa pöntuðum við aftur því hún seldist upp á einu degi. Já. Hún er rosalega fallega sett upp og klassískar uppskriftir. Nei, ég gjör kláður með undir og ég gerði það. Jú. Já, flott. Heyrðu, Svana er að gera þessa. Nice. Ég sá hana vera að setja á einstæki. Ég ætla að koma við hjá þér, Svana, á fyrstæðin. Heyrðu, og ég ætla að koma við hjá Svönu með bók sem hún ætlar að fá sér. Já. Þá veit ég það. Svana, viltu þetta fylgjast með? Þessi svona aðeins... Það var náttúrulega hægt að nota sko bara klát í þessu. Þetta er hérna. Eða afgangunum sína. Já. Síl og afganguna. Sjáu. Herri, finna fínu peysuna. Hvað fínu peysuna? Já. Æst, býða þess. Herri, það er pilsi hérna. Já. Ó, það er skemmtilegt. Geggjað. Hún er svo flott. Sjáu þetta. Og við eigum þess að litís í yellow. Við eigum reynda bara... Við hefum ekki gulan seldan í gerð. Ok, við eigum ekki þennan, en hann er á leiðinni. Hann er á leiðinni. Og svo er þetta nota alls konar annað. Það er ekkert endilega að nota þessa liti, en mér finnst þetta eitthvað... Þetta er sturglað. Ok, þetta var sett bók nr. 2. Já. Geggjað. Og svo var hún Auður hjá okkur hérna á laugardaginn og það var svo gaman. Ofsalega gaman. Hún var smekkfull búðin og allt fína fallega dótaðina sem hún er búin að prjóna. Og svo endur við í Gatn í glasi og fullt af fólki þar líka, hélt áfram að prjóna og allir sem höfðu prjónað sjöl eftir hennar mættu með sjölinn og það er algjört æði. Þannig að hún er svo mikið yndi. Mæli með henni. Allt sem hún gerir er alveg bara eðal. Sko, við erum að tala um það að hún er að prjóna sjölinn sín öll aftur upp á bókinu sín núna á prjónanúmer 0,8 og stefnir í sýningu á Þetta eru Barbie-sjöl. Já. Þetta er svo... En bara nákvæmlega þessar uppskriftir bara í miniatúr. Já. Það náttúrulega gerist eitthvað. Hún er að nota hérna DMs Hega nr. 80. Já. Heklararnir þekkja þetta. Það er rosa fínt. Fínasta sem við eigum er 40. Já. Það er nú næstu eins og tvenni. Já. En henni sokkabók. Heyrðu,
Þessi er rosalega sniðug. Það var ein sem bent okkur á að við vorum með bók sem heitir, og er með, Ready, Steady, Raglan. Já. Og þetta er í rauninu svona grunnbók líka með upplýsingum hvernig maður á að gera og mismunandi hælar, Já. svo framvegis. Og svo er hún bara svo falleg á litin Svo falleg. og allt er svo. Sko, Edda Lilja vinkona mín sem á gat búið þetta. Hæ, Edda. Við náttúrulega, hún fór á Unravel sem er svona strikkufestival sem var sömu helgi og pakkustrikk var í Kaupin. Já. Og hún hefur samband við mig og bara, hei, ég ætla að taka nokkra bækur, nýju pom-pom Ready, Steady Socks. Vilt þú ekki nokkur eintök? Ég bara, jú, til í það. Svo allt í einu fyrir að sjá hana svona á samfélagsmiðlum og ég bara, Edda, þá gleymdist hún bak við hillu hjá henni, en, ekki bak við hillu, inn í hillu, lagarnum hjá henni, en ég myndi að ná það daginn áður hún átti að fara til sölu. Þannig að það var bara eins gott hún glemdi henni í smá tíma. Já, annars hefði við bara verið óslega æst. Já, þannig að hún sendi hana 1, 2, 3 til okkar og hún er geggjuð. Já, held ég að við Oh sem my búin God. að fara yfir allt maður. Nei. 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 Ó, já. Þeir sem er búin að fylgjast með ykkur lengi vita það að hún Katrín Jóhannsdóttir, útsaums skvísa með meiru, sem kennir í hússtjórnarskólanum í Reykjavík. Já. Hún ætlar að koma og vera á gagnhelgi hjá okkur. Og þetta verður sem sagt gagnhelgi með útsaumsívafi. Þannig að hún ætlar að... Manstu það sem var að sýna í sokkabókinni? Já, útsaumin. Já, það er til alls konar útsaumur. Þannig að ef maður er búin að prjóna eitthvað sem er geðt boring, saum út í það. Já, þannig að hún ætlar að koma og hún verður með lítið námskeið og ég hugsa verður þannig að við skiptum þá hópnum í 2. Af því að við getum alveg tekið 20 í á þessar gagnhelgar, en við erum ekki að fara að láta Katí vera með 20 í einu á námskeið. Nei, það er bara í framhaldsskóla. Já. Já. Og maður var ekki ánægður með það þá sem kennari og þá leggur maður ekki á aðra kennara. En þeir sem eru þá ekki á námskeiði hjá henni geta þá verið að prjófa sig áfram með útsaum eða bara tekið prjóna sína eða hekli sitt eða bara hvað sem þið kjósa að gera. Og þessi garnhelgi verður 13. til 15. janúar. Þegar það er ekkert Þegar að gera. allt er dött. Jólin nýbúin. Og þú hefur ekki hefna á þar til útlanda. Já, af því að þú heitir svo miklu jól. Það eru örugglega einhverjir sem muni óska þess að fá þetta í jólagjöf. Já. Áður en ég sýni gersamabóksin okkar, það var eitt sem ég glemdi að sýna á það. Hvað var það? Já! Við fengum líka ný svona útsaumskitt punch needle. Þetta eru stafir. En eru allir bókstafnir í þessu? Já. Þannig getur valið hvaða staf. Þú velur hvaða staf. Okay. Og í þessu er efnið og gatn og punch needle og bara allt sem þú þarft. Og gott skapsýns mér líka. Já, og lími sem þú þarft til að líma á bakkleiðina. Við fengum þetta í 3 típum. Þið sjáum þetta inn á vefsíðunni. Ég tók nú bara 2 hérna til að sýna ykkur. Þessi er svolítið svona marimekkulegur. Já. Skemmtilegur. Svo er síðast að hann er með svona mismunandi stórum doppum. Doppum, já. Ok. Og talandum útsaum. En það sem er nýtt hjá okkur eftir áramót, en við ætlum að setja þetta í sölu 1. nóvember. Gersemabóks. Gatn í gangi. Hvað eru gersemabóks? Það er bara allt sem að, handafinn, prjónari, heklari, útsaumari. Þetta eru sem sagt verða svona áskriftabóks og þau munu kosta 7.500. Þú fær 10% afslátt ef þú kaupir 3 mánuði einu og þú fær 20% afslátt ef þú kaupir áskrift sem eru 6 gersamabóks. Og þá
bætist það við að þú getur verið með okkur inn á Facebook-grúpu þar sem við erum að ræða gatni sem kemur í boxunum eða útsendisverkefnið og því fylgir líka að þú fær kóða einu sinni í mánuði afslátt í búðinni. Manstu skrifa síðan á blað fyrir Íris, svo muni þetta. Ég veit það. Vitið þið hvernig við getum transferað hérna á milli, þannig að allt sem ég hugsa Fer hérna yfir. fer inn hér. Já. Er ekki nóg að vera svona bara í svona klukktíma? Jú, ég held að. En þessi áskriftabóks, ég veit að hann var pínu villandi pósturinn sem ég sett inn. Þetta er bara útskýrðum það bara. Já, mögulega var ég bara í útskýrið held ég ekki nógu vel. Þetta eru sem sagt 4 tegundir af áskriftabóksum. All right, bring it on. Útsendsbóks. Í útsendsbóksinu er bara 1 litaþema. Og hún Lára Magnea hjá Saumakassanum sem hannaði hérna Karolínu útsenskittin, hún er með okkur í liði í þessu og hún hannar öll útsensverkefnin sem koma í Gersema útsensbóksunum. Og þau eru, hún er byrjuð sko. Preview og Já. það er rosa fallegt. Sjúklega fallegt. Og það sem verður í bóksunum, það verður hönnun eftir Láru Magneu, allt sem þarf til að gera það sem hún leggur upp með, já. Og svo verður alltaf eitthvað svona smá svona ekstra. Já, den lille ekstra. Já. Svo, Við erum búin að fara nefnilega tvisvar til Danmark. já, og den lille ekstra, það er svolítið svona sem skiptir svolítið mál. Það er ekki nóg að fá sæta á sakla sem að fara ekki fröðvinni, skilja. Nei, nákvæmlega. Já, þannig að gattboxin koma í 3 litaþemum. Það verður svona neutral, eða nútral, eins og Ína skildi þetta. Já. Það er svo flott hjá henni. Já, nútral. Nútral. Svo verður hiti og svo verður kuldi. Og í hverju gattboxi verður náttúrulega fullt af gersemum, þess vegna nafnið Gersemabox. Og það verður garn, eitthvað nýtt og skemmtilegt eða nýjir litir, eitthvað svona sem við erum að prófa. Og það mun alltaf fylgja með tillögur af uppskriftum í einhver skemmtileg verkefni úr þessu garni og svo aftur den lille ekstra. Það er ekkert gaman að opna svona boxnuna. En hvernig virkar þetta þá? Segjum að ég vil fá hana hiti. Já. Get ég keypt 1 áskrift, 2 eða 3? Er það þannig sem þetta virkar? Þú kaupir annarkot 1, 3 eða 6. 1, 3 eða 6? Já. Ok. Já, ég fatta. Já, en þú náttúrulega getur síðan keypt alltaf bara 1 og 1 og 1. Já, akkurat. En það náttúrulega... Það kostar það meira. Það kostar það meira. Já. Alright. Þannig að... Er þetta ekki tilvalin jólagjöf? Mér finnst það. Gefa Og þá áskriftabox. færðu surprise yfir allt árið. næsta ár. Fullt af gersemum. Já. Við erum vandræðilega spenntar fyrir þessu. Yes. Þetta verður eitthvað frábært. Já. En heyrðu, Já. Við erum búin að bladra í 43 mínútur. Gera það í betur. Allt og lengi myndi einhver segja. Já. En allt og stutt myndi einhver annar segja. En Ég held líka að við séum búin að opna. Já. klukkan á 11. Já. Heyrðu, nú opnum við búðina. Já. Og takk fyrir að hlusta. Og nú erum við held í konar að staða eftir sumarfríð. Já. Gátum þetta. Sjáumst. Sjáumst. Bye.